Það er Cunningham með flotta körfu, gott drive. 5-2. Ægir stillir upp. Brandon með þrist aftur. Já. 8 stig í röð hjá nýja gæðinu sko. Svakaleg byrjun hjá hann. Brandon er svolítið svona töffari, svolítið sjálfströsti í lagi. Það sést alveg strax í byrjun líka. Friðrik er náttúrulega eitruð skytta, má ekki fá svona skot. Reynda að vara með mann í stökkvandi móti sér, það var flott skot. 8-5 fyrir Fjölni. Brandon með annan þrist. Nei. Friðrik með flotta körfu, nei. En Helgi Viggósson er einn besti sóknarfrákastarinn í deildinni, get ég sagt örugglega. Svolítið þröngt hjá Fjölni þarna. Ægir Steinarsson skorar að Harfi geta smá heppni þarna. Þið heyrðum það. Hayward Fein fyrir 1-1. Frábær vörn þarna. Ekkert dæmdi villu þarna, ég veit ekki, það var í raun og veru, þetta var allt villulegt en ekkert af þessu var villu held ég, þannig að hoppuður bara upp með honum. En Hayward Fein fær 2 víti. Allt og stuttur á fyrsta. Leikar á báðum. Ægir á flegiferð. Óþarfa dómur þarna. Það dæmdi villu á Helga Viggósson. Tíu 7 eftir 3 mínútur, frábær byrjun á þessu leik. Glæsilega spilar. Já. Magni skorar, þetta er frábæra sendingu frá Jóni. Tommi komið með villu. Cunningham með flotta körfu þarna. Tók Tomma bara á líkastyrnum. 12-9 fyrir Fjölni. Tólf sekúndur á klukkunni. Fjölnismenn greinilega að horfa inn í teigskóldi og Jón kemst framhjá. Glæsilegt hjá Jóni. Skipti Helga Viggósson bara eftir. Hayward Fein fær hann upp á topnum. Skotklukkan rann út. Tindastóll tekur leikhlé. Lentu þarna í lélegri sókn, náðu ekki að skjóta. Flott vörn hjá Fjölnismönnum. 14-9. Fyrsti leikhluti hálfnaður. Og það er bara Sjáum Brandon Brown byrjaði með að skora 8 stig í röð og maður sér bara á Fjölnisliðinu hvað þetta gefur þeim mikið. Það verða bara fá allir miklu meiri trú á að þeir geta unnið af því að þegar þú veist á með mann sem er óstöðandi. Það hefur verið vandamáli á Fjölni í vetur að
Kanarnir hafa ekki verið nógu stöðugir og ekki nógu góðir oft. Og það gengur ekki með einn útlending að hann verður að vera toppmaður. Það er öðruvísi út með 3 eins og Tindastóll, þá geta þeir átt góða leiki til skiptis. Skrítið að Tindastóll pressar hann, en þeir yfirleitt ekki sendingun inn. Skil ekki alveg hvað þeir voru að gera hann. Þetta var ekki ruðningur. Gæinn datt bara. Það er klaufaleg dómgæsla. Gæinn datt bara og Brandon hrinti honum ekki neitt. Ja, Tindastóll nýbúinn að taka leikhlé, gáðum hvort það hefur ykkur áhrif, hvort þeir spila betri í sókn. Flott vörn hjá Brandon þarna. (14-11). Það var Dragoljub sem sett hann í. Já, Brandon flott hjá honum að dræfa líka. Það var Dragoljub kom með eina villu. Alveg vissum að þessar villur eftir að skipta máli í 4. leikhluta. Að menn verði í villuvandræðum í þessum leik. Þetta verður mikill baráttuleikur. Flott spil, Tommi. Nei! Ert að grínast, maður. Það er bara eins og sé ítt á takka, hann gormaðist upp og treður honum. Svakalegt tróst. Hayward Fein með flottar hreyfingu. Það hittir ekki, en Magni fær villu. Magni kom með eina. Það er eftir að gera, brjóta mönnum í frákastinu frekar en að leiða að skjóta. Hörku vörn af Fjölnismönnum er að spila mjög nálægt þeim. Flott vörn hjá Ægi. Kemur Kistan. Alley-oop aftur. Nei. Flott hjá Jóni þarna. Já. Frábær vörn hjá Jóni þarna, tegja sér í boltan. Og Ægir tók við og skautaði sér á boltan. Tommi skiptir, Addu inn á. Tommi er búinn að spila góða vörn á Cunningham hérna og ég held að Addu takir örugglega við. Þeir reyna að taka hann allan völlinn og láta hann hafa svolítið fyrir þessu. Tókum eftir hérna að Tindastóll var að spila við KR daginn. Hann vill helst ekki hafa manninu alveg onni í sér. Marcus Walker tók hann boltan bara á honum 3 Reynda að tekur Marcus Walker boltan af ansi mörgum, þannig að hann har engin skömm að því. En samt 3 í sama leiknum að láta hann hirða sér boltan. 16-11, 4 mínútur eftir að fyrsta leikhluta. Jón með þrítryggja. Brandon með flott frákast. Glæsilegt hjá Jóni. Jón Sverris hirði frákasti og skorar. 18-11. Fjölnir að spila fanta vel hérna, bara besta sem maður séð í vetur. Hörku vörn og
Svo er með Brandon Brown hana, maður inn í sókninni, það bara... Það gefur svo mikið. Jæja, vonandi að fá ekki á sig aðra villu. Frábær hreyfing hjá Dragoljub. Flott sending á Jóni, Atu með frí tryggja. Það allt og langur. Já. Já. Villu Atu. Kemur Sindri inn á fyrir Brandon. Það fínt að gefa honum smá pásu. Hann búinn að vera nálægt því að fá sína aðra villu sem ekki gott í fyrsta leikluta. Það svolítið slæm tíðindi fyrir Fjölni ef að Friðrik kominn í gang. Hann svaka skorari. Var svaka skorari í yngri flokkunum og líka með meistaraflokki hérna áður. Hann veit aldrei hvað gerist þegar hann fer í gang. Svavari kominn inn á og Helgi Freyr hjá Tindastóli. Það dæmd vill á Helga. Það var Magni, það sendi ekki svolítið sein, Magni var alveg einn þarna fyrst. En það dæmd vill í staðinn. Það telja líka. Flott spil. Já. Þarna kláraði Hayward Fein ekki alveg nógu sterkt. Og sem betur fyrir náðum að koma í veg fyrir að Dragoljub kæmi hendunum í bolta. Hann var að fara að setja hann í. Það 18-5 og 2:30 eftir. Nóg að gera hjá Eggert og Davíð í dómurunum hérna. Þetta náttúrulega stórleikur og þeir þurfa að vera tilbúinir í leikinn. Það náttúrulega langflestir leikir stórleikir núna. En sérstaklega svona leikur, það sem að já, bara sigur í þessum leik skiptir svo miklu máli fyrir bæði lið. Eitthvað að vera að vestunast með skottklukkuna. Það 12 sekúndur á klukkunni. Þannig að Atu aðeins og nálægt kannski. Já, flott vörn. Það kemur hann og hirðir. Dragoljub skorar. Hann óstöðandi núna. Hann komið 6 stig. Jón Sverris með hérna hörkubaráttu, hann náði ekki að setja hann í. Það komið hiti í leikmenn og þjálfara strax og eins og ég sagði áðan, dómarinn verða að vera tilbúinir í þetta. Það má reikna með því að menn láti í sér heyra ef þeir dæmi ekki. Hayward Fein fyrir út af og Tindastóli og Freyr Birgisson kemur inn á. Það reyndi Ægir alveg í uppsendingu, hann skref. Flott spil hjá Tindastóli. Já, vel spilað hjá þeim. 20-18 fyrir Tindastóli, þetta gengur ekki alveg hérna hjá okkur núna. Flott sending á Brandon, Sindri. Nei. Brandon komið 12 stig. Jaft 20-20.
Hörku baráttan í teg hjá Dragoljub og Brandon. Keislan. Hattum að tryggja. Það flott hjá Ægi að stilla þessu upp. Þetta var ekki verið sniðugt að missa hann strax aftur. Flott þarna, komin í gegn. Góða vörn hjá Cunningham. Hérna komum við boltan. (20-20) 40 sekundur eftir að fyrsta leikluta. Flott vörn hjá Brandon. Hann hoppaði frá manninum. Nú er að nota það í tækifærið. Og aftur alley-oop. Og villa dæmt. Það er bara, sko, það fyrir kliður stúkuna hérna. Það er bara komin nýtt atriði hérna í Dalhúsin. Nú geta menn bara beðið spenntir alla leikinn að sjá þessar alley-oop sendingar. Gæinn getur bara hoppað upp í þak. Og það gerist á svona sekúndubroti. Og svo setur hann vítinn líka. Það er flott. Hann er komið 13 stig. Það var svona 14. Þetta var ekki sést hjá Fjölni í vetur. Það er semst útlendingurinn að halda liðin uppi. Það hefur bara ekki verið í vetur. En þá þarf hinir að passa sig á því að vera ekki áhorfendur líka. Skjut og 2-20. Flott hreyfing að Svavari þarna en hendur honum út af. Herru, það er leiklega, 20 sekundur eftir. Örvar ætlar að skora einhverja glæsilega körfu hérna í lok leikhlutans. Bara að segja að Fjölnir eru háðir því að vera með útlending sem þarf helst að vera góður í hverjum einasta leik og nánast allan leikinn. Meðan að liðið eins og Tindastóll sem er með 3 Hayward Fein er bandaríkjamaðurinn þeirra. Hann hefur alltaf sést í leiknum en hann á örugglega eftir að gera sitt hérna seinna. En það skiptir minna máli þegar hann er með eins og Dragoljub Kitavanovic, hann er búinn að vera ansi góður og Sean Cunningham er búinn að ágæta sér leik líka. Ekki þar með sagt að útlendingarnir séu þeir einu sem getur gert eitthvað en það verður oft þannig að þegar eru margir útlendingar í liðinu þá fara menn að líta á sig sem svona auka atriði. Æja, 20 sekundur eftir, gáum hvað Örvar náði að teikna upp hérna í leikliðinu. Tíu sekundur. Þá kemur dræfið þarna. Engin karfa. Sóknarvilla. Fyrir skotið. Nei. Karfan dæmt gild. Hann hefur sleppt boltanum áður en að klesta varnarmanninn. En þá eru náttúrulega vítið hinum megin. 2 skot hinum megin. En þá var Fjölnir síðustu sóknina 6 sekundur eftir. (24-20) 6 sekundur. Helgi Freyr fiskaði hana ruðning, þannig að hann fær 2 skotina. Minnka munin í 3 stig. Það er Dragoljub sem fær hann. Það missir hann út af. Hann er mjög reiður út í gólfið. Sparkar í gólfið. Gaman að svona, það menn finna sér eitthvað til þess að
Skeita skapinn á. Það ekkert að því að sparka hans í gólfið. Tvær komma sjö. Ég man ekki hvað Ægir fór langt hérna 2-3 ár síðan þegar hann fór, eða í fyrra. Hann fór á 3 eitthvað í layup hinum megin. En 2,7 er svolítið erfiðara. Nei, það er búið að breyta þessu, það eru 4 sekúndur. Klukkan stoppa á seint, þannig að Ægir nær þessu. Það er bara verst að þeir eru að pressa hann, hann fær allar boltan. Hann kemur sennilega hlaupandi inn í boga. Fær hann á ferðinni. Já, það kemur hann. Herðu, hann passa sig þegar nei, hann steig út af. Það eru 2 sekúndur eftir. Og Tindastóll á boltan hérna. Svavar tekur þristinn. Hann hugsaði kannski ómikið að fiska villuna. Hann vildi fá dæmda villu en Eggert er ekki á því. 24-21. Frábær fyrsti leikhluti hérna. Það sem að stjarna leiksins hefur búin að vera Brandon Brown með 14 stig og ótrúlega tilþrif. Brandon Brown er svolítið skemmtileg típa, hann búinn að skora 14 stig og vera frábær. En svo kom hann dansandi núna inn á völlinn í takt við tónlistina sem er í hátalarakerfinu. Svolítið léttur á því. Hayward Fein kominn inn á aftur, maður býður svolítið eftir að hann fari í gang. Svavar tekur þristinn, hún bara býður hann ekki neitt. Þetta er skotið sem hann átti að taka á hann. 24-24. Ægir fær smá hvíld núna, Tommi tekur pointinn. Hattuel endur hann að bak við körfuna eiginlega. Ég held að þetta hafi alveg verið rétt dæmt sko, það var enginn sem kom við boltan. Hjalti á Fein hann það. Hann er döðu bolti. Jón með gott frákast. Flott sending á Tomma. Hjalti í hörku baráttu. Nær að koma boltanum Adu. Og Brandon með þristinn. Hann hefði nú viljað sjá Adu taka skotið. Það hafði kannski áhrif á hann nýbúinn að brenna á skotið í síðustu sókn. Það var með alveg frýtt. Hayward Fein ætlar að fara á Hjalta. Nei, hann hittur þessu. Nei. Já, Tommi keyrir fram og stillir upp svo. Þeir að spila inni á Brandon. 4 sekúndur á klukkunni, dæmt villa. Þannig að vorum við svolítið heppnir, þetta var ekki mikið. Og Dragoli kom með 2 sem er náttúrulega frábært fyrir okkur. Þarna var Fjölnir í raun og veru bjargað svolítið. Þetta var ekki mikið. Og ég er svolítið hræddur að Fjölnir fara að bíða eftir að Brandon gera allt. Það er menn standa svolítið mikið og horfa á. Flott spil á Tomma og Jóni, glæsileg. Jæja, hérna kemur Fein loksins. Já, Hjalti brýtur á honum, þetta er góð villa.
Brýtur í dræfinu fyrir skot. En það var búast við því að Hayward Fein fari nú að reyna að koma sér inn í leikinn. Við erum ekkert stig, búin að fá tvö víti að brenna að báðum. Hjalti með flotta vörn þarna. Það vantaði bara að hirða boltan. Flott hjá Jón, nei. Svavar nýbúin að hitta þrist, fær annar núna. Nú eru Tindastólsmenn að taka okkur á litlu hlutunum. Glæsileg vörn hjá Brandon. Flott sending á Tomma. Og Jón, hann dreifir þessu. Frábær sirpa hjá Björni þarna. Brandon með skuggalega vörn og Jón skorra hinum megin. Ja, skref hana. Þetta er rétt. Hann var eitthvað svo kærulaust að hann fekk boltan, hann vissi ekki að hann væri alveg einn og tók eitthvað skrítin skref hana áður en hann dribblaði. Flott hjá Atu. Fiska villu á Helga, nei, Hrein. Hrein Birgisson, hann er komið með eina villu. Cunningham kemur inn á. Brandon búinn að flott hjá honum. Hann notaði hann snerpuna og fram hjá stóra mannunum. Brandon kom með 16 af 30 stigum. Svavar aftur, hittir ekki. Brandon með flott frákast. Og Ægir að koma aftur inn á bráðum og Magni. Ægir búinn að fá góða hvíld núna. Það Hjalti heppinn að fá ekki á sig skref. Nú er svolítið rugl í gangi hérna. Það þarf einhver að bjarga þessu, gerir Brandon það? Nei. Flott frákost. Þetta vil ég já, hittu. Nei. Atu þarf að vera tilbúin að skjóta þessu, þetta er flott hjá honum. Nú er Hjalti að hirða frákostinn hérna hægri vinstri. Jón með 2 stig. Það gengur ekki. Þrátt fyrir margar tilraunir skoruðu ekki þessari. Flott villa á Hjalta. Þannig voru Fjölnismenn svolítið seinir aftur. Ægir kemur aftur fyrir Tomma og Magni fyrir Hjalta. Svavar fær 2 víti. Þrjátíu 24. 5 mínútur eftir að fyrri hálfleik. Svavar er líka svona leikmaður, getur skorað alveg hrúgu. Hann var nú örugglega með 20 stig að meðal í eitthvað tímabilið með Tindastóli. Svavar skiptir svo, Helgi Viggósson kemur inn á. 30-26. Þetta er hættulegt. Atu má ekki hoppa svona upp í loftið. Það passa sig á þessu. Bara 8 sekúndur á klukkunni. Tvær sekúndur. Nei! Ég á ekki orð. Þetta er rosalegasta tróðsla sem ég sé.
Hvað í gangi? Hayward Fein með þrist. Hann kemst ekki í gang. Nú voru menn að drífa sig í miðju hérna. Þetta er villa. Þarna voru við reyndar heppnir. Ég held að Jón hafi skrefað jafnvel áður en kannski ekki. Sko, fólk ekki búið að ná sér ennþá eftir síðustu tróðslu. Maður sér það bara í stúkunni. Það er bara kliður í stúkunni. Hann hoppaði bara upp í þak og þrumaði honum yfir allan. Og Ægir, hann voru að reyna að alið upp aftur. Ennþá hittir Hayward Fein ekki neitt. Hann er bara ekki kominn inn í þetta. Það er eitthvað aðja á honum. En Fjölnir sem megi að passa sig að hugsa ekki of mikið um sýninguna. Þetta er flott hjá Adu. Það er nú ekki smá villa þarna. Adu opinn hana, var lami í hendina á honum. En það sem er gott að sjá hjá Fjölnir hérna er frákastbaráttan. Menn er að fylgja eftir þegar aðrir fara inn í teig. Heyri bara á kliðnum í stúkunni, það er allir að tala um tróðsluna ennþá. Jón klikkar á báðum. Jæja. 32-26. Það voru að skrefa hana. Hayward Fein hirði boltan að Jóni hana. Og Cunningham með 2 stig. Allt og fastur. Hann glemdi Jón að stíga út. Sóknarfrákastarinn Mikli. Helgi Viggósson tók frákastið. Flott karfa hjá Cunningham. Hann er svona búinn að vera nokkuð góður hérna núna. Hann er svo ánægður að Marcus Walker er ekki í húsinu. Hann kom með sjálfstöðstuð aftur. Magni með þrist. Já. Frábært að fá Magna í gang. Drago Ljúb með þrist. Þetta má ekki gefa honum, ég held að Brandon viti það ekki. Hann bakkaði bara á honum. Hayward Fein fara á sig villu. Komið 2. Ægir er rosalega góður í að finna Brandon. Það er bara pick and roll verður svo hættulegt hjá Fjölni núna því að Brandon, sko, hann þarf bara að komast eitthvað inn í teig og svo boltar hann hent bara eitthvað í áttuna körfunni og hann bara sækir hann og þrumur hann niður. Brandon er komið 19 stig. 20, 37, 31. Hayward Fein, Friðrik með þrist. Brandon með frákastið. Sending á Sindra. Já. 39-31. Það var svona í tæpasta lagi hjá Brandon hana, en það bjargaðist. Vill á Magna. Magni með 2 villur, það er alltaf lagi.
Bara hann fá ekki aðra strax á eftir. Magni tekur stundum svona villur í kippum. Það er leikhlé hérna. 39-31. 2,5 eftir að fyrri hálfleik. Tvær og hálf eftir að fyrri hálfleik. 39-31. Mikilvæga 2 mínútur. Fjölnismenn geta farið með góða fórust í hálfleik. Bara í fyrsta skipti síðan ég veit ekki hvenær. Helgi með erfið skot þarna með vinstri. Nei, við erum með þetta. Já, Fjölnir á boltan ennþá. Það er 10 sekúndur á klukkunni. Nei, það mun nærjast ekki. Já, flottan á Fjölnir. Þetta þurfum við að klára. Flott sending á Brandon. Einmi. Sindri vissi ekki alveg hvað hann snerið þarna. Þetta var dýrt. Þannig að hefðu við getað náð 10 stiga fórustu. Bara 6 stiga munur í staðinn. Við vorum með 4 og 2 í hraðaflötu. Jæja, skiptir ekki máli. 6 stiga munur þá. Sindri með 2 stig. Já. Svona á að svara þessu. Mátti að Sindra að svara þessu strax. 8 stiga munur aftur. Veit ekki hvað hann að dæma þetta. Jón er bara með fína fótarhefingu þarna. Það fer fein á línuna aftur. Nei, þetta var 4. villan. Næsta villa er víti. Cunningham með 2 stig. Tekur airball. Og þarna kemur Trösla bráðan. Gruna það. Flott sending þarna. Flott hjá Brandon að spila aðra upp í líka. Sindri var víti. Brandon fær núna. Siggi Þórarins kemur inn fyrir Brandon. Sindri búinn að bíða í 3-4 mínútur á vítalínunni eftir þessu skoti og nískaldur. Mikilvægt skot hérna, við erum að skipta öll stig máli hérna fyrir hálfleik.
Nei, maður náðu þessi upp í 10 stig, jæja. Getum við að það náðu þessi upp í 10 stig fyrir hálfleik. Tíu sekúndur eftir á leiknum. Nei, á skotklukkunni. Hayward Payne er að reyna að skora sín fyrstu stig. Hann gerir það. Jæja, hann er eitthvað, nei. Helgi sóknarfrákastari með þessu. Tryggja sig á Tomma. Nei. Frábær fyrirháleikur. Jæja, frábær fyrirháleikur af Fjölni. 41-35. Við skellum okkur leiknum. Rúkandi kastum sjókunni. Og Brandon Brown með svakalegstu sýningu sem maður hefði séð hérna. Jæja.
Jæja, byrja seinni hálfleikur hérna. Frábær fyrir hálfleikur. Fjölnismenn að spila virkilega vel, geta sést vel. Þeir var með 3 tapaða bolta í fyrri hálfleik sem alveg frábært og sýnir bara hvað menn að spila miklu öryggi. Spila mjög agaða líka. Já. Jón Sverris var með blaðamaður á Mogganum var að spyrja mig í leikliði hvað Jón Sverris, hvað Örvar verið að gera við hann, því að Jón hefur verið að spila frábæra leikina. Heyward Fein, hann að komast inn í leikin. Já, hann verður að gera eitthvað. Hann var með 0 stig í hálfleik og mér fannst þess að hann bara mist sjálfstrausti líka. Hann var að brenna layupum og alveg týndur. En hann skora strax og það er mikilvægt fyrir Tindastól. Já, Friðrik klár, hirt hann að tóma hana. Friðrik upp í þristinn. Brandon hirti þetta. 43-37. Og þið fara aftur á Jón. Glæsilegt hjá Jóni. Jón er bara að taka Helga í nefið þarna. Jón er bara go to guy hérna. Draguljub, hann skrifaði reyndar af stað og fær á sig sóknarvillu. Hann er með 3 villur og hann er með skemmtilega takta. Hann hérna Draguljub Kitanovic, hann horfir ofta á þjálfaran svona reiður og svona, hann er með skemmtilega svona látbragð. Það er alltaf erfitt að meta svona. Hann var á mikilli ferð þannig að hann tók áhættuna að keyra svona körfinni og Brandon náði að hreyfa lappirnar. Það er 8 stiga munur. Magna takst ekki að skora þarna. Þetta var svona austur-evrópsk leið að fiska villu. Dripla inn í mannin og kippa hausnum aftur á bak. Þetta var vel gert hjá honum, hann fiskaði þessan og algjörlega. Brandon kom með 2 villur. Flott spil á Tindastóli. Nei, Heyward Fein er bara ekki alveg með. Þetta er Ronny. Nei, áöfinn hana. Annað flott hjá Fjölni, þeir verða ekki að hægja á. Þetta er stundum í vetur hefur verið að keyra of hratt í þessu. Nei, Brandon er ekki hitt úr þristi fyrir. Þannig að Brandon þarf að passa sig. Hann og Helgi Viggósson er í einhverju svona smá slagsmálum. Frábær karfa hjá Cunningham. Við þurfum að fara að fá boltan inni á Brandon líka. Hann er farin að hugsa mikið 3 stiga skotið. Meisir Tommy boltan aftur. Cunningham kemur og fleigi ferð. (45-41). Fjölnismenn að passa sig. Ægir með 3. Já, flott. Við megum ekki fara að tapa boltanum mikið aftur. Munaði litlu við tapaði öðrum en við náðum góðu skoti. 3 stiga, 48-41, 7 stiga munur. Flott hjá Brandon. Villa. 2 skot. Tindastólsmenn er ekki sátti við þetta. Ægir fái víti en þetta sé alveg rétt, hann var kominn í skrefin. Fyndi Draguljub er að kvarta svolítið við leikmenn. Hann greinilega mjög góð leikmaður og hann er svona típa sem hefur eiginlega of góðan leikskilning og hann svona
er eitthvað að pirra sig á samherjónum að þeir sjá ekki þetta og sjá ekki hitt. En það er bara þannig, hann þarf bara að vita hvað hann er að spila. Ægir Steinarsson. Og Fjölnir. 50-41. Það er 1-1. Það sópar öllum í burtu og ætlar að fara á Brandon. Og hann, svona endaði það. Nei. Hann hafði ekki lappir í það. Og þetta kostar okkur. Þarna hefði verið 11 stiga munur. Magni með 3 stiga. Og nú erum við svolítið að tapa okkur hérna. Hayward Fein. Skyldi hann skora loksins? Nei, hann hitti bara aldrei. Loksins. Þarna voru dýra mínútur. Við hefðum getað verið komin 11 stigum yfir, en staðan er að 6 stig. Brandon virkar mjög þreyttur. Svolítið hyggst komið í leikinn okkar. Jón með þrist. Við erum að enda þetta mjög illa núna. Ég held að Brandon þurfi bara pásu. Tindastólsmenn finna lyktina af þessu. Já. Hayward Fein slæðir á bringuna á sér. Hann er greinilega að finna að fá sjálfstraustið tilbaka. Það var 2 stiga munur allt inni. Það var mínúta síðan við áttum að vera með 11 stiga fórustu. Og nú erum við komin í rugl bara. Og Jón bjargar þessu. Nei. Og það er jafnt. Og Fjölnir fyrir leikur. Hayward Fein komið með, og það er bara greinilegt að hann var bara með sjálfstraustið í mólum og það er komið aftur. Ríkalega dýr 1,5 mínúta hjá Fjölnir. Það fór allt á þessari mínútu. En það er nú ekki meira en það, jafnt en þá. Sjáum hvað Örvar getur gert í leikliðinu. Jæja, við getum sagt að þetta sé ókosturinn við að vera svona showtime leikmaður. Það er einmitt þarna að þegar að sýningin verður í fyrsta seti og þess að Brandon ef hann fengi þetta aftur og getur bara sett layupið onni 11 stigum yfir, þá væri ekki jafnt núna. Herðu, þeir koma svo í svæðisvörn á okkur. Það eru sniðugir hana Tindastólsmenn. Fjölnir tók leikhlé. Þeir koma tilbaka í svæðisvörn. Ægir fær hann eitthvað kjaftsögg. Hljópa olbúan á Kitanovic held ég. Þeir eru 1-3 í svæði og þetta kemur okkur algjörlega í opna skjöldu hérna. Og það er vonandi að Fjölnir ná að leysa þessa svæðisvörn 1, 2 og 3 á því að nýbúin að taka leikhlé og hann er refur hérna, Bossi á bekknum hjá Tindastóli. Hann sniðut hjá honum. Tindastólsmenn eru komin inn í gírinn sinn sko. Brandon kom með 3 villur. Fjölnir í breytingalínu sínu, leikmann úr 4 sér út, Tómas Tómasson og yfir hans getur leikmann með 14, Arnór Freyr Guðmundsson. Sjáum líka leið og Hayward Fein fer í gang og fer að opnast fyrir Dragoljub
inn í teig sko. Þeir eru bara komnir í allt annað gír sko. Þetta eru hættulega mínútur hérna fyrir Fjölni. Tindastóll konur með sjálfstraustið og ég kannski í vandræðum með svæðisvörn. Þetta bjargaði okkur aðeins. Flott vörn hjá Brandon hana. Og það er 4. villan. Þarna kom eitthvað sem að læra að snúa leiknum við kannski fyrir okkur. Aftur. Sniðugt hjá Örvari, hann lætur Brandon fara út af. Hann var mjög þreyttur og kemur vonandi sterkur inn á eftir. Og Dragoljub Gildanovic sem kom með 4 villur. Hann var óheppinn, hann var að berjast frákast. En þetta er stórt. Hann var einmitt að komast í, hann var farin að finna lyktin af því, hann geti farið að ráða okkur sko. Það goti við líka hvílt Brandon í leiðinni. Þeir eru ennþá 1-1 svæði. Magni með þrist strax, fær 3 víti. Helgi er hann aftasti maður sem hleypur sennilega horn í horn í svæðisvörninni. Aðeins og ákafur, hann er komið 4 villur. Þannig að það er spurning hvað að gera. En þetta Helgi Freyr var nú inn á í fyrirháleik og Hreinn. Spurning hvort annarkvort þeirra fara að koma inn á. Magni setur vítið. Nei, Helgi Viggorsson er bara með 3 villur, það var eitthvað vitlaust skráð. Magni setur fyrstu 2. Flott hjá Magna, 3 í röð. Og 2-1 pressan. Cunningham sé nú bara það 1. Frábært hjá Cunningham. Þetta má ekki hleypa hún svona öll í gegn. Cunningham er búinn að vera svona mjög mikilvægur fyrir þá, svona reglulegu millibili þá gerir hann eitthvað flott. Það er ennþá 1-1. Nei, þetta var rétt hjá Adúan að dribla inn í vörnina en sendingin var ekki nógu góð. Fjölnir 1 stig yfir, 3,5 eftir. Bein komst í gegn, fiska villan að Magna. Magni með 3, 2 skot. Tindastólsmenn eru svolítið með svona tökin á leiknum út af þessari svæðisvörn. Það er 1 stig yfir. Það er frítt tryggja á Ægi. Koma þær á fleyferð. Það skrifa Cunningham. Góður dómur. Brandon er að fara að koma inn á aftur í okkur. Flott sending á Hjaltaðana. Hann eru Fjölnismenn ekki nógu vel dreifður af völlin. Jæja, flott spil. Jájá. Flottu Jóni að koma hlaupandi að körfunni þarna og Ægir fann hann.
Fjölnir einu stigi yfir. Hjalti að spila svolítið fasta vörn á Fein hérna. Og dæmt sóknarvilla. Það Hjalti, hann gerir Hjalti mistök. Ég vona að hann fá ekki tæknivillu fyrir þetta. Af því að við erum í góðum málum að fá þessa villu dæmda á Helga. Og Helgi fekk þarna villu fyrir ólöglega hindrun. Þetta byrjar alltaf á því að Hjalti og Heyward Fein eru að stimpast mikið. Helgi fær ólöglega hindrun. Hjalti bregst við með því að slá í hann. Og í raun og veru heppinn að fá ekki þessu tæknivillu. Þannig að hann fær á sig venjulega villu. Og þá fá Tindastólsmenn að halda boltanum. Þetta dómarinn verður bara að drífa sig að láta leikinn halda áfram af því að nú verður æsingurinn meiri og meiri hérna allstaðar í stúkunni allstaðar eða þeir drífa sig ekki í þessu. Það er allir ónáðir. Jæja, Tindastóll heldur boltanum. Hjalti þarf að passa sig að fá ekki tæknivillu núna líka fyrir að kvarta. Og Hjalti þarf að passa sig að tutt ekki mikið á Fein núna. Brandon varði þriggjastaskotið. Hjalti fer alla leið, fær á sig sóknarvillu. Heyward Fein lætur hann heyra það. Þannig að hefði kannski átt að gefa hann, það var 2-1. Tindastóll tekur leikhlé, ég held að þjálfarinn þeirra Bossi hafði séð bara að það er ómikill æsingur í mannum. Hann veit að það gengur vel hjá þeim og hann veit bara að róa menn niður. Og Hjalti fekk sína 4. villu. Þetta er ekkert skrítið, þetta er mikilvægur leikur og tilfinningar á milljón og það gerist að menn tapa sér í baráttunni. En þá er einmitt svo mikilvægt að ná að stilla sig upp á nýtt, spila leikinn. Það má eiga það, Heyward Fein, hann var helviti klár hann að fiskina Rauðník þarna. Við erum einu stigi yfir, 2 mínútur eftir á 3. leikluta. Heyward Fein, shake og bake Hjalta og tala svo framan í hann. Hann er komin í einkastríð hann. Skildi Hjalti svara með þrýsti? Já. Hjalti mættur aftur, svona á að svara þessu. Við erum 2 stigum yfir. Flott hjá Heyward Fein hann. Flott hjá honum. Þetta er líka flott, hann ætlar ekki að gera sjálfur, hann sá fría mannin. Svavar skorar. Magni með þrýst í horninu. Skref dæmt þarna. Já, dæmt skref. Þetta fannst mér vera rétt. Tindastólsmenn eru mjög hissa á þessu en mér fannst þetta rétt. Þetta er allt svona hrikalega stórt núna í þessum leik þegar þetta er svona jafnt. Þetta er svona jafn leikur og taugarnar standar og hver sókn, það eru fáar sóknir. Það skiptir svo miklu máli allt saman. Nei, Hjalti í dauðafæri.
Ekkert dæmt. Þannig vorum við hefnir. Áttum með þrist. Brandon mættur aftur. Flott sending hérna. Flott hjá Brandon, hann búinn að jafna sig aðeins, hann var þreyttur á hann. Hann hafði samt. Flott þegar menn eru vakandi, hann sá Magna í betra færi. Bara alltaf Hjarta og Hayward Fein ekki nærri í búin, það er trash talk hérna að miljón sko. Jæja, fer hann á hann. Svavar með þrist. Jæja, opinn hann það. Þá er Helgi komið með 5 villur. Og það er hiti. Helgi er brjálaður hérna. Tæknivill á Helga Viggósson. Það eru 2 skot á boltinn. Ég held að Helgi fekk 5. villuna og var á leiðinni svona, hann var ekkert að flýta sér í burtu. Þá kallaði Örvar þjálfari eitthvað til hans held ég og Helgi ætlaði að fara, þá tók Helgi og breytti stefnu og gekk í áttina að Örvari og þá var Ægir að reyna að halda honum frá Örvari og þá held ég Helgi að eitthvað ítt frá sér eða eitthvað. Þetta er einmitt það sem endur að passa sá í svona leika. Það getur verið dýr mistök fyrir Tindastól. Jæja, leikhlé. Örvar tekur leikhlé. Svakalegur leikur. Jæja, 18 sekúndur eftir að 3. leikluta. Herðu, Dragoljúb er bara mættur inn á. Með 4 villur. Fjölnir á 4 skot. Nei. Jú. Ég veit ekki hvort að allan að 2 skot á boltan, ef ekki 4 skot á boltan. Já. Ég held að fyrsta villan hafi verið bónusvilla líka, þá er þetta 4 skot. Já. Magni setur 2, Ægir tekur hinn. Magni bara heldur áfram, hann er búinn að hitta úr 5 vítum í röð. Hann hitt úr 3 á hann í röð. Nú fær hann bara 2 viðbót. Já. 6 víti í röð hjá Magna. Nei, ekki 7. Jæja. 63-58, 18 sekúndur eftir og ég sé að hann skil ekki akkur með Dragoljúb inn og í 18 sekúndur núna í lok leikhlutans. Það kannski á hann bara að spila restina af leiknum með 4 villur. Það er náttúrulega svæðisvörn, það er meiri séns að sleppa í villur. Jæja, 5 sekúndur eftir. 2, Magni með 3 stiga. Nei. 63-58. 1 leiklut eftir. Þetta er svakalega leikur og það er bara, maður sér líka á þjálfurunum sko. Það er alltaf verið að taka leikli og prófa okkar nýtt og menn eru alveg á tánum sko. Dómarinn líka, þeir vita að þetta er mér finnst það bara komið ágætlega út úr þessu. Þetta er rosalega erfitt að dæma hérna og svakalega hiti í mönnum og hlutinni gerast hratt.
En það eru villuvandræðin. Helgi Viggósson er farin út af með 5. Dragoljub Gitanovic er með 4. Svo hjá Fjölni er Hjalti með 4. Brandon og Magni með 3. En það lítur, það er svona, það er stærstu vandræðin fyrir Tindastól er Dragoljub með 4. En þeir eru í svæðisvörn, þannig að hann getur, hann er klár leikmaður, hann getur örugglega spilað villulaust í langan tíma. Það er helst að hann fá þessi villu í einhverju frákastbaráttu eitthvað. Hjalti ennþá að spila vörn á Fein. Fein fór nú bara fram hjá honum hana. Nei, hafði ekki lappir í það. Ægir með Cunningham. Já, flott hjá Cunningham. Eins og ég var að segja á hann er alltaf, hann velur sér rétta tíma til að skora. Það er ennþá 1-1 svæði. Ægir með 3. Já. Svona á að gera þetta móti svæði. Drifla á milli leikmanna. Þeir vissi ekki hvort þetta taka hann. Jón með glæsilega vörn. Jón varði skotið. Ellefu sekúndur á skotklukkunni. Og Fjölnir. Dæmd villa á Jón Sverris. Það er ekki sáttur en ég held að sé menn með að passa sig að vera sína á sér henduna hvar þær eru. Ef maður er með hendunar eitthvað stað niðri eða nálægt manninum, frekar dæmt. (66, 61). Fjóra stiga munur. Fjölnir hefur raun og veru ekki leyst þetta svæðisvörn ennþá, nema Ægir með skotið á hann, af því að við hefum skorað mikið á vítalínunni. Atu með þrist. Já. Frábær tímasetning að skjóta Atu og skora núna. Annars var hann tilbúinn að skjóta og hikaði ekki neitt. Flott hjálp hjá Brandon hana. 7 stiga munur. Góð hjálp hjá Jóni. Hann að Svavar þetta gera betur hana. Það er bara Fjölnismenn að passa sig að fara ekki á hratt. Við erum með leikinn alveg í okkar höndum hérna. 7 stiga munur. Atu með þrist aftur. Jæja, 7 stiga munur. Þú þurfa Fjölnismenn að vera góðir í að stjórna hraðanum hérna. 6 sekúndur á skotklukkunni, 4 sekúndur. Já, Gitanovic með flott frákast og körfu. Það borgar sig að hafa hann inn á greinilega. Jæja. Flott sending þarna. Nei, Hjalti. Fór hann löngu leiðina. Og 50 villuna. Hjalti fekk 50 villuna. Hjalti er búinn að standa sig vel inn í kvöld, búinn að sýna hörku baráttu og búinn að finna sig svolítið í sókninni líka inn á milli. Hjalti með 5 metur, Magnús kom inn á. Það er 5 stiga munur, 7,5. Hayward Fein með þrist. Og Fjölnir á þennan. Brandon Brown hefur varla sést í seinni hálfleik. Hann var komið 20 stiga hálfleik. Og hann er ekki komið eitt einasta núna. En nú treður hann, nei. Þarna ætla hann að fara að tróða yfir alla vörnina.
Þetta vonandi lognið á undan storminum hérna. Hann kemur hérna eftir og þrumar einhverju niður. En Fjölnir þarf að fara að finna, ja, þeir fundur reyndar hann, Hjalta dauðafrían á hann undir. Það bara fór ekki hún í. Tíu sekúndur á skotklukkunni. Vatn með 30 stiga. Nei, þeir náðu að trufla hann vel þannig. Þeir eru Fjölnir sem að vera snöggir aftur. Tindastóll eru hættulegir núna. Já, Jón með glæsilega vörn. Þetta verðum við að klára. Flott hjá Atu þarna. Flott. Þetta er vel gert í hraðaflöpið þarna. Við vorum svolítið að spila illa úr þessu í fyrri hálfleik. Það var flott þarna. Þarna eru skref sennilega, nei, hann villar fyrst, það er rétt. Atu kom með 3 villur, Tommi skipti við hann. Fjölnismenn þurfa að vera snaggir aftur. Tindastóll þeir eru mjög fljótir upp og eru ekki bara að taka fljótskot, heldur vilja þeir bara strífa sig fram og ná einhverjum góðu spili á þess að við komumst í vörn. Þeir eru miklu hættulegri þannig heldur en ef þeir þurfa að stilla algjörlega upp leikkerfunum sínum. (71-66). Það er 1-3-1 aðeinsvörnina þá. Þeir vita að við erum ekki alveg búin að finna. Jú! Þetta er alveg nóg. Öðru hvoru þristar honni. Ægir, Atu og Magni, allir búin að hitta þrist á móti þessari vörn. Það er 8 stiga munur. Það er Dragoljub með boltan. Hann þarf að reyna að koma sér á vítalínuna örugglega. Svavar. Já, flott hjá Svavari. Og Tommi með 2 stiga, já. Það er með layup, réttur að sagt. Vel klárað. 8 stiga munur áfram. Þú þurfum hann að stoppa á. Já, þeir gera hann þá, þeir eru fljótur að fara inn í. Já. Brandon kom með 4 villur. Og það er miklu meiri líkur á því, reyndar, að hann fái 50 heldur hann Dragoljub sem er inn í bara, hann er út á kanti bara hérna í Sauðsvöllinni. En Brandon er með 4 og þeir eru mjög að sækja mikið á hann. Mér finnst þeir búin að vera rosalega góðir hérna, Cunningham og Dragoljub. Þeir eru báðir spila mjög skynsamlega. Eivard Fein er meira svona lótukall, hann sprengir upp og gerir eitthvað. Jæja, flott, það er mist klikku á vítuna, það er ekki leikhlé, Tindastóll tekur leikhlé, 5,5 eftir. Það er spurning hvort þeir sé að fara að skipta vörn, af því að nú eru farin að þeir mega ekki bíða lengur kannski. Jæja, Brandon Brown fær smá hvíld og þetta er mjög sniðugt hjá Örvari finnst mér. Við erum 7 stigum yfir, 5,5 eftir og Brandon er svolítið þreyttur.
Maður fær frekar á sig villur ef maður þreyttur. Nú fær hann að hvíla sig aðeins. Sindri kemur inn. Þeir eru ennþá í svæðisvörninni. Það bara búið að skipta staði sýnist mér. Fein kominn á endalínuna. Nei, það er Máramann. Þeir bíða ekki lengur. Og þá þurfum við að veiða hérna Dragoljóp út af. Tommi fyrir á Friðrik. Nei, Friðrik var klár í vörninni. Flott hjá Friðrik. Jæja. Magni stelur næstu í að Sindri að hjálpa. Jón tilbúinn í hjálpinni líka. Þeir verða að hjálpa veikumegin. Það eru 8 sekúndur á klukkunni. Hann kemur með flott sending hérna. Nei, hann klikkar. Þessi gæi rosalega góður. Góð yfirsýn en flott sending hérna og glæsilegt spil hérna. Frábær karfa hjá Fjölni. 9 stiga munur. Þetta munaði miklu. Klikkuðu Tindastólsmenn og layup í hinum megin og við skorum. 9 stiga munur, 4,5. Eivard Fein þarf að láta sjá sig aftur. Cunningham. Flott karfa hjá honum. Hann er búinn að eiga frábæran leik. Kemur alltaf þegar þarf á því að halda. Sindri brýtur á honum. Hann er að kvarta, hann er skemmtilegur, hann er Dragoljóp hjá Tindastóli. Hann er að kvarta hérna við þjálfarana. Við erum ekki sáttu við sóknarleikinn. Eitthvað ósáttu við að menn séu að spila bara eitthvað götubolta. Þannig vorum við heppnir að halda þessu. 7 stiga munur, 4:15 eftir og við eigum Brandon og bekknum með þá með 4 villur. Þetta lítur vel út hérna. Dæmt villa. Hann hefur meitt sig, Cunningham, hann var bara að reyna að stoppa leikinn. Krampa kannski. Á versta tíma. Þá getur hann ekki spilað. 4 mínútur eftir. Dæmt villa hérna. Nei, hann breytir því í skref. Þetta var skrítið, en ég held að þetta hafi verið alveg rétt. Það var engin villa þarna. Málið var að hann einhverja hluta vegna þá sett hann hnefann upp og flautaði villu, en breytti því í skref. Ég held að Ægir hafi bara hreinlega runnið á gólfinu. Þetta var eins og allar sóknir núna, mjög mikilvæg sókn að það hefði verið gott að skora hana, en kortum ekki við erum 7 stigum yfir. 7 stigum yfir. 3:50 eftir. Við erum að spila vörnina. Eivard Fein kemur hérna, flott hjá Sindra, hjálpar hana. Flott hjá Tommanna að slá í boltan. Þeir eru í vandræðum. Og við náðum þessu, frábær vörn hana. Nú þarf að Fjölnismenn að flýta sér hægt. Flýta sér hægt. Opinn þristur. Já. Þarna í raun og veru fóruð mjög vel að þessu. Þeir keyrðu fram en voru samt rólegir og Magni fær dauðafrítt skot. 10 stiga munur. Og Helgi Freyr með þrist. Helgi Freyr með þrist. Engin karfa. Nei, hvað? Nei, jú, karfa.
7 stiga munur og bara innkast. Helgi Freymir þrýst lengst fyrir utan. Má ekki skipta, Brandon er kominn alltaf að fara inn á. Jæja, Fjölnismenn með stjórn á leiknum. 7 stigum yfir og 3 mínútur eftir. Við bara að spila solid leikinn og erum búin að vinna. Já, villa dæmt. Það er ekkert skotréttur neitt, það er bara 2 villur. Besta við þetta er að Brandon kemst inn á. Og Cunningham kemur líka inn á hjá Tindastóli. Hann hefur sennilega bara fengið krampa í kálvan. Þannig vorum við heppnir maður. Ægir var næstum búinn að missa boltan. Tommi með 2 stiga. Nei. Við vorum að snaggir aftur Fjölnismenn. Við hefum ekki fá okkur villur. Nei, fengum okkur villur. Við megum ekki fá okkur villur. Þetta er dýrt. Maður keyra aftur og brjóta ekki á þeim. Cunningham getur hérna minkað þetta í 5 stig. Hann gerir það örugglega. Já, minkar í 81-75, 2,5 eftir. Átt og 76. Nú þurfum við bara að spila rólega, stilla upp. Smá losaralegt hérna. Jájá. Flott hjá Brandon. Hann floppaði, Draguli floppaði nú bara að reyna að fiska villuna. En skott hjá dómarnum að láta fara. 83-76. Tommi þarf að passa því, hann er allt og nálægt honum. Það halda Cunningham fyrir framan sig bara. Það kemur Hayward Fein. Og Brandon passa sig mjög vel að fá ekki á sig villu. Og nú þurfum við að slaka á. 7 stiga munur. 1:40 eftir. 3 stiga á Magna. Þurfum að vera snaggir aftur að brjóta ekki á þeim. Friðrik með 3 stig í horninu. Já. Þetta vantar svolítið í okkur að vera sneggri aftur og skipulaðir aftur. 1:18 eftir. Já, nú þarf Brandon að bara skora stig hérna. Sóknarvilla. Nei, hann dæmi 50 villuna á Dragolju. Þarna vorum við heppnir. Þarna voru Fjölnismenn heppnir. 2 menn með 4 villur. Það hefði verið mjög auðvelt að dæma sóknarvillu. Og Dragolju Kitanovic er þakka dómarunum fyrir leikinn. Hann er kurteis maður. En hann spilaði frábæra vörn og þetta var 50-50 og það hefði verið mjög auðvelt að dæma sóknarvillu þannig því að áreksturinn var það mikill. Jæja, flott fyrir okkur, 4 stigum yfir. Brandon Brown á 2 víti. Ég var að sjá, það sem ég sé ég alltaf vel ofan á varamannabekkinni á gestaliðinu. Það sem að Bosch þjálfari Tindastóls var að segja núna er að það sem þeir vill að þið geri, að vill að Cunningham og Hayward Fein drive inn í vörnina. Drive and kick, sagði hann, drive and kick. Hann vill að þeir drive inn í
og finni svo skittunar fyrir utan. Sérstaklega Frikka, hann nefndi Friðrik á nafn. Vildi sjá þá dripla inn í, fá varnarmennin í sig, finna Friðrik og aðra menn í frí þriggja. Það er ekki víti, það eru bara 3 liðsvillur á Tindastól, það er ekki víti næst heldur. 1:08 eftir. Og Ægir þarf að stilla þessu upp, já. Tommi með þrist, nei, hann hætti við. Núna er hann með þrist. Já. Á hárréttum tíma. 86-79. Hayward Fein með 3 stiga. Nei, heitir ekki. Nú þarf Ægir að vera klár. Strákarnir þurfa að halda boltanum. Halda boltanum, strákar. Það er Eigumann. Hann har verið mjög tæpir á þessu. 7 stigum yfir. Ég ekki að leina svona tæpa sendingar. 7 stiga munur. Fjölnir tekur leikhlé. Held ég að það er leikhlé. 35 sekundur eftir og við erum 7 stigum yfir og með boltan. Nú tækifæri og minna áhorfendur á næsta heimaleik. Þetta falla í Fjölni næstkomandi fimmtudag á móti ÍR. En Fjölni leikur þó úti á næstkomandi mánudag á móti Grindavík. Brandon Brown er með 22 stig. Bara 2 í seinni hálfleik. En Á móti Grindavík. þessi 20 stig hans í fyrri hálfleik kveiktu svoleiðis í liðinu og gaf liðinu það mikið sjálfstraust að honum er nú fyrirgefið allt inn í seinni að vera ekki að skora neitt. Hann er drauðþreyttur greinilega. En hann gjörsamlega kom okkur í gang hérna í leiknum. Og er núna búinn að tolla lengi inn á með 4 veldur, það er gott hjá hann. Nú þarf Fjölnismenn bara að gera ekki mistök, það er eina. Þeir brjóta, en það er ekki bónus ennþá. Þetta er 4. villan. 4. liðsvillan. – 32 sekundur eftir núna. Spurning hvort þið brjóti strax og setja okkur á línuna. Nei, þeir brjóti ekki, þeir eru að spila vörn. Þá er spurningum hjá Ægim að bíða bara. Nei, hann skora bara. 88-79. Nánast búinn, og Fjölnismenn bara brjóta ekki. Það er Hreinn með 3 stiga. Cunningham með frákastið. Ægir með frábæra baráttu. Uppkast og Fjölnir á boltan. Leikurinn er búinn, 8 sekundur eftir bara. Rosalega mikilvægur sigur hérna. Það nást. Frábær leikur á Fjölni. Við hikstuðum aðeins þarna í man ekki alveg hvernig það var þegar svæðisvörnin kom. Nei, fyrir það líka. En nú erum við bara búin að spila frábæran leik. Og svo endar þetta svona. Það er dæmt sóknarvilla á Jón sem gaf boltan. Þannig að Brandon fær ekki. Það er sóknarvilla á Jón sem var að gefa hann. Nei, Brandon fekk villuna. Þetta er nú skrýtnasti dómur leiksins. Brandon fekk villuna. Það er nú óskiljanlegt. En herðu. Þetta getur skipt máli. Nú man ég ekki hvernig fyrirleikurinn fór. Fyrirleikurinn. Já, þeir eru að leiðrétta. Villan var á Jón. Þá er þetta ekki eins óskiljanlegt. Af því að hann var á fleygiferð og klesti á manninn. Það er spurning hvort að
Fjölnir hafi tapað með 10 stigum fyrir leiknum. Strákar, hvernig fór fyrir leikurinn? Það veit enginn hérna. Ég man ekki hvernig fyrir leikurinn fór. Það getur skipt máli í innbyrðis. Það er menn virðast nefnilega menn virðast rosalega hérna tilbúnir í eitthvað núna, þó að sé bara 1,9 sekúndu eftir. Það segir mér að Fjölnir hafi þetta innbyrðis núna. Tindastóll leggur mikið upp úr í að skora hérna. Þeir hafa sennilega unnið með 8 stigum. Cunningham með þrist. Nei, þeir brjóta á hann. Þeir brjóta á hann. Ég ætla að vona að þetta skipti engu máli. Ég man ekki hvernig fyrirleikurinn fór. Ef að þeir eiga okkur innbyrðis núna, á þetta hrikalega svekkjandi. Af því að við vorum í hraðaupphlaupi hérna áðan. Gátum sleppt því að skjóta, sleppt öllu, fáum okkur sóknarvillu. Það var dæmt tæknivilla á Örvar. Ég vona að vera ekki dæmt önnur á hann, þá geta það jafnað. Ef það verður dæmt önnur tæknivilla, nei, það geta ekki jafnað. Þeir minnka niður í 4 stig núna. Dæmt tæknivilla. Þetta hlýtur að hafa skipt máli þarna áðan. Já, Tindastóll vann okkur með 10 stigum. Tindastóll vann okkur með 10 stigum. Ef við fengið tróðstun að gilda á hann, þá hefur við unnið á 11. Jæja. Frábær sigur. Það er númer 1. 88-83. Og ég skora á alla að koma hérna. Ég skora á alla Fjölnismenn að mæta til Grindavíkur í næstu viku og koma svo heimaleikina móti ÍR eftir viku. Þó að sé ekki nema bara til þess að sjá tróðslusýningu. Tómas Álfsson þakka fyrir sig. Áfram Fjölnir!